Verið hjartalega velkomin öllsömul í loftsalinn í dag og einnig þið sem eru heima og horfa á okkur og gleðilegan hvíldardag. Við ætlum að byrja með bæn. Drottinn minn og Guð minn, ég þakka þér fyrir þessa stund sem er hafin. Þakka þér fyrir hvíldardaginn. Ég vil biðja þig að blessa okkur hér með nærveru þinni. Viltu tala til okkar með þínum heilaga anda. Í Jesú nafni. Amen. Og þá skulum við syngja salnúmer 297. Í einum þér minn andi fann. 297. Hvað þetta var fallegur sálmur, við syngjum hann ekki oft. Þess vegna valdi ég hann, af því ég kunni ekki sálminn við textan, eða lagið við textan og kannski ekki fallegt af mér að gera það, en ég sá ekki eftir því. Þá það sálmur númer 215 og þetta einn af mínum uppáhalds og þessi sálmur eftir Matthías Jochumsson og talar mikið þessa dásamlegu iðrun sem við fáum frá Guði og bjargið alda, borgin mín, að sjálfsögðu Jesús Kristur. Hann okkar borg og hann okkar bjarg. 215. Amen.
Rís á fætur og lesa úr Lúkasar guðspjalli 11. kafla og það vers 1-4. Lúkasar guðspjall 11. kafli og 1-4. Þetta eru orð sem ræðumur hefur valið sér fyrir daginn í dag. Svo bar við, Jesús var á stað einum að biðjast fyrir, að einn lærisveina hans sagði við hann, þá hann lauk bæn sinni: Herra, kenn þú oss að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. Og hann sagði við þá, þegar þið biðjist fyrir, þá segið: Faðir, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki. Gef oss hver dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vorar syndir, enda fyrirgefum við öllum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni. Við skulum biðja. Drottinn minn og Guð minn, ég þakka þér fyrir þessi fallegu orð og þú hugar að allra okkar þörfum og þú gefur okkur líka kennslu það hvernig við eigum að biðja. Þakka þér fyrir að vera okkar fyrirmynd. Drottinn, þú baðst öllum stundum og varðir mörgum klukkutímum á dag með föður þínum á himnum. Ég þakka þér fyrir að hafa komið hérna niður og verið vegurinn sem við eigum að fara, sannleikurinn og lífið sem þú gefur okkur. Drottinn, viltu gefa okkur þinn heilaga anda, hjálpaðu okkur, Drottinn, að vera ljós fyrir aðra í þessum heimi, hjálpaðu okkur að vera stuðningur og hjálp og huggun. Drottinn, viltu vinna í gegnum okkur. Ég bið fyrir öllum þeim sem hafa ekki komist hér í dag, viltu vera með þeim og blessa þau. Og ég bið fyrir þeim sem mun vera með ræðuna hér á eftir, viltu tala í gegnum og til okkar með heilugum anda. Drottinn, við lofum þig og þökkum fyrir þá fórn sem var færð fyrir okkur á Golgata. Við leggjum líf okkar í þínar hendur, við þökkum þér fyrir að elska okkur svona mikið. Í Jesú nafni, amen. Þá skulum við syngja salnúmer 372. Mín gæfa byggð á Guði er.
taka upp gjafir og þær renna til safnaðarsjóðs, til viðhalds á þessu húsi hérna. Drottinn, ég þakka þér fyrir þær góðu gjafir sem við höfum hlotið frá þér. Vilt þú blessa þessa gjafir, margfalda, vilt þú blessa gjafarann og mætti þessi peningur vera þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar, nú ætlum við að syngja barnasálm hann Jesú sem okkar og ykkar besti bróðir. Og það sálmurinn Ó Jesús bróðir besti. Mér skilst að hann Gavin ætla að segja börnunum sögu frá ræðupúlti. Það ekki rétt, Gavin? Svona einhvers konar sögu, já. Gjör svo vel, Gavin. Og svo ætla Júdil að tala til okkar líka. Hlakka til. My story is not a separate story this week, but it's going to be in the sermon. Þessi saga í dag inni í ræðunni. So you can sit there the whole time if you like, or you can go sit with your parents. Þið megið sitja þarna
eða með foreldrum ykkar, þið ráðið. Já, þau vilja sitja. Right. Æðislegt. Today is, well, not today. Í dag Nei, ekki í dag. nei, In the run-up to the general conference session, og þegar það fer að líða að þessum fundi aðalsamtakana, there is a special 40 days of prayer. þá eru 40 dagar tileinkaðir bæninni. So we thought that we would focus today on prayer. Þannig að við vorum að hugsa að einbytta okkur að bæninni. I'm going to do the first little bit, Fyrst ætla ég að gera hluta and then Judal is going to do the second bit, og svo ætla Júdel að gera hinn hluta. where we're going to pray together as a congregation. Og við ætlum að biðja saman sem söfnur. So it's a little bit different today. Svo þetta aðeins öðruvísi en venjulega. Helgi is sick today, which is why it's Judal and me. Helgi lasin í dag, þess vegna ég og Júdel. And so I was wondering yesterday what to talk about. Og ég var að velta fyrir mér í gær hvað ég ætti að tala. So as we were thinking about prayer, I thought I would tell you about some prayers I prayed this week. Og þar sem við erum að fara að tala bænina, þá var ég að hugsa hvort ég geti sagt ykkur frá þeim bænum sem ég bað í vikunni. It started with me reading a book. Það byrjaði með því að ég var að lesa bók. And I was reading a book called I Dared to Call Him Father. Og ég var að lesa bók sem heitir Ég þorði að kalla hann föður. And this is an amazing story Þetta ótrúlega saga of a Muslim woman's conversion to Christianity. Konu sem var múslimi og var kristin. Has this been translated into Icelandic? Búið að Anyone þýða read it? hana yfir á íslensku, vitið það? If you read English and you can get hold of that book, it's a great book. Og ef þið kunnið ensku, þá mæli ég með því að þið lesið þessa bók. Now, this lady, as she was, as the story began for her, Sagan byrjaði þannig fyrir hana, and I have to kind of shrink the story to a little story. og ég þarf að minnka söguna niður í mjög stutta sögu. She began to realize that God Hún was uppgötvaði her father. að Guð væri faðir hennar, pabbi hennar. And this was, from where she came from, this was a mind-blowing idea. Og það sem hún kom frá þannig umhverfi, þá var þetta mjög svona erfið hugmynd að skilja. God was great, Guð var stór, but God wasn't her father. This was a new idea. en Guð hafði ekki verið pabbi hennar. And, but she became convicted that the God in heaven was her father. En hún var alveg samferð það að Guð á himnum væri pabbi hennar, And eða faðir hennar. she was wandering one day. She had her Bible and her Quran, Hún var að velta fyrir sér, hún var með Kóraninn og hún var með and she Biblíuna. was thinking to herself, what is the true book? Og hún var að hugsa með sjálfur sér, hvor bókin sönn? And the thought came to her mind, well, which of these books calls God our Father? Og þá var hún velta fyrir sér, hvor af þessum bókum kallar Guð okkar föður? And immediately she thought, well, that's the Bible. Já, það Biblían, hugsaði hún. That must be the book that is true. Og þá hlýtur það að vera bókin sem sönn. And as it's a lot more story, and I haven't finished the book. Og það mjög lengri saga en ég ekki búin að klára bókina. But it's an astonishing, miraculous story of this woman's conversion. Þetta ótrúlega saga það hvernig þessi kona skipti trú. But it all rested on this idea of God as her father. En það hvíldi alltaf þessari hugmynd að Guð væri faðir hennar. So I was reading this book, Þannig að ég var að lesa þessa bók. and I was thinking, Ég var að hugsa, wow, you know, I long to recapture that prayer time where I think about God as my father. mig langar að ná aftur í þessa hugmynd að ég velti fyrir mér að Guð faðir minn. And I began to think Og ég fór að hugsa, back to when I was a student, þegar ég var nemandi,
And I might have shared this in a children's story Og before. ég gæti, ég vil hafa sagt þetta áður í barnasögu. But I was in Albania working. It was a very difficult conditions. Ég var að vinna í Albaníu við mjög erfiðar aðstæður And I was praying next to my bed and kneeling on the floor. og ég var að biðja og ég var á hnjánum við rúmið mitt It was very cold og það var mjög kalt. because I had no glass in the window and there was no heating. Það var ekkert gler í glugganum And og það var engin there was upphitun snow on the mountains, og það var snjór í fjöllunum, no electricity. ekki drama. I just had a candle where I was writing my sermon. Ég var bara með kerti til að skrifa ræðurnar mínar And it við was a Friday evening. og þetta var föstudags eftirmiðdegi. And as I was praying, Og I þegar ég var að just biðja, knew that God was my Father. þá vissi ég að Guð var faðir minn. I can't explain how, I just knew He was my Father. Ég get ekki alveg útskýrt hvernig, en ég bara vissi það. And so I was thinking about this story as well. Þannig að þá fór ég að hugsa þessa sögu líka. And I went to sleep Þá fór ég að sofa earlier this week. And I was Núna- thinking about this idea about God being my Father and how I want to recover that closeness with God. Þannig að þegar ég fór að sofa í vikunni þá fór ég að hugsa það að mér langaði að eignast þessa nálægð og finna aftur þessa hugmynd í hjartanu mínu að Guð faðir minn. So the next morning I woke up and I opened my daily devotional. Þannig að svo vaknaði ég næsta dag og opnaði bók sem svona dagleg, ég veit ekki svo hvernig að segja, devotional. I don't have it here, but I wrote bara it svona in this. dagleg andakt. And it was on my phone. Og ég var að skoða á símanum mínum. And the first words my eyes saw were this: Og það fyrsta sem að ég sá var: the Lord has instructed us Drottinn hefur leiðbent okkur to call God our Father. að kalla Guð föður okkar. And I was just shocked. I just looked at this Ég var bara í sjokki. reading and I thought, wow, all those thoughts I was thinking last night. Ég var að hugsa, allar þessar hugsanir í gærkvöldi And now it's the same idea. og nú kemur þessi sama hugmynd. And in it goes on to talk about how God loves us so much. Og svo heldur hann hérna áfram og segir, Guð elskar okkur svo mikið. And how He longs to love us and to give us everything that we need. Hvað hann þráir að gefa okkur allt það sem við þörfnumst. So I went to the office and I thought, this is really strange. Og þannig ég fór á skrifstofuna og ég hugsa, þetta eitthvað skrítið. Why is God, Akkur Guð, why does He keep telling me that He is my Father? akkur hann að segja mér aftur og aftur að hann sé faðir minn. And I thought to myself, there must be something that God is trying to say to me. Og þá hugsaði, já, það örugglega eitthvað sem Guð vill segja mér. But I didn't know what it was. En ég var ekki alveg viss hvað það var. So I went to the office and I started to pray. Og þá fór ég á skrifstofuna og byrjaði að biðja. I said, God, the reading last night, the reading this morning, it's all about you as my Father. Guð, ég var að lesa þig í gær og svo í morgun að þú ert faðir minn. What do you want me to know? Hvað vilt þú að ég viti? And as I was praying, I heard the Holy Spirit say something very clearly. Og þegar ég var að biðja þá heyrði ég heilagur andi sagði við mig mjög skýrt og greinilega And it was very shocking. og ég var bara í áfalli. He said, Hún sagði, you walk around like nobody loves you. þú ferð í gegnum lífið eins og þið finnist eins og enginn elski þig. What would you think if God said that to you? Hvað myndi þið halda ef Guð sagði þetta við ykkur? Would you be shocked? Væru þið alveg bara Would sjokkarið? anyone be shocked here? Eru þið ekki hissa? I was shocked. Ég var mjög hissa. And I was kneeling there and I was thinking about this. It's like, what does God mean? Ég var á hnjánum, ég var að velta fyrir mér þessu, hvað meinar Guðilega með þessu? I began to think about when we get up in the morning.
Þá fór ég að hugsa þegar við vöknum á morgnana. as we go out to work or go to school, Förum við vinnuna í skólan? do we really walk out of the door with this absolute certainty that God is our Father? Förum við þá út dyrnar með þá fullvissu að Guð sé faðir okkar. So no matter what happens to you today, Þannig að alveg sama hvað gerist í dag, there is a Father who is walking next to you who will give you everything you need. þá faðir sem gengur með ykkur, passar upp á ykkur og gefur ykkur allt það sem þið þarfnast. I then remembered a quotation that someone had texted me a couple of days before. Og svo var einhver texti sem einhver hafði sendt mér nokkrum dögum áður. And it was about Jesus' work. Og þetta var starf Jesú. And it's about how, it's from the book Ministry of Healing. Og þetta kemur úr bókinni Ministry of Healing. And it's about how Jesus was working every day and he would come back at the end of the day completely exhausted. Og þetta það þegar að Jesús var að starfa allan daginn og svo kom kvöld og þá var hann alveg uppgefinn. And he was so tired so much Hann var svo þreyttur og svo ofboðslega that þreyttur his mother and his brothers and even his disciples feared for his life. að meira segja mammans og bræður hans og lærisveinarnir voru hræddir líf hans. But at the end of the day, he would go away En í lok dags þá fór hann í burtu and spend hours praying to his Father. og varði mörgum klukkutímum í það að biðja til föður síns. And it says that when he would come back from this time in prayer, Og það stendur að þegar hann kom frá þessum bænastundum, the disciples noticed the peace that was on his face, þá tóku lærisveinarnir eftir þeim friði sem hvíldi á andliti hans. the freshness and life and power that seemed to go through his whole being. Þetta líf, þessi kraftur, þessi ferskleiki sem virtist vera hluti af hans, bara að hluti af honum. So I was thinking about this quotation and I was thinking, Ég var að velta fyrir mér þessum orðum. when they saw Jesus, when the disciples saw Jesus coming back from praying like that, Þegar að lærisveinarnir sáu Jesú koma svona tilbaka, was that what prompted them to say, Lord, teach us to pray? var það til þess að þeir báðan að kenna sér að biðja. Which is the passage that we just read earlier. Það sem að við lásum hérna áðan. And I did some rooting around Og ég fór að kanna þetta. and I found an amazing quotation. Og þá fann ég tilvitnun sem ótrúleg. And I'm going to read some excerpts from this. Ég ætla að lesa aðeins úr því. The Lord's Prayer was given twice by Jesus. Jesús kendi faðir vorið tvisvarsinnum. First to the crowds in the Sermon on the Mount, Fyrst til fólksins í fjallræðinni and some months later to the disciples alone. og svo nokkrum mánuðum seinna kendi hann lærisveinum þetta þegar þeir voru einir. The disciples had been away from Jesus for a short period of time, Lærisveinarnir höfðu verið í stuttan tíma frá Jesú and when they came back, they found him absorbed in communion with God. Þegar þeir komið tilbaka þá funduður hann algjörlega niðursokkinn í samskiptum við Drottin. Seemingly unconscious of their presence, he continued praying out loud. Það var eins og hann væri ekki var við það væru þarna og hann hélt áfram að biðja upp hátt. The Saviour's face was radiant with a celestial brightness. Og andlit frelsarans skein himneskri dýrð. He seemed to be in the very presence of the unseen. Já, það var eins og hann væri í nærveru hins ósýnilega. And there was a living power in his words as one who spoke with God. Og það var lifandi kraftur í orðum hans eins og hjá þeim sem að talar við Guð.
The hearts of the listening disciples were deeply moved. Og hjörtu lærisveinarnir sem voru að hlusta á voru djúpt snortin. They had marked how often he spent long hours by himself in communion with his Father. Þeir höfðu séð hversu langa stundir Jesús varði með föður sínum á himnum. And then you got the repetition of the passage that I alluded to earlier, where it talks about how Jesus was so often exhausted every day when he came back from ministry. Og svo kemur aftur tilvitnun sem ég las áðan að Jesús var oft svo uppgefinn eftir að hafa verið að þjóna fólkinu allan daginn. And again, at the close of the day after he prayed, Og í lok dags eftir hann hafði beðið, there was a look of peace on his face, þá hvíldi friður yfir andliti hans. a sense of refreshment that marked his presence. Og það var greinilegt að hann hafði verið endurnærður. It was from hours spent with God Það var vegna þess að hann hafði varið klukkustundum saman með Guði, that he came forth morning by morning to bring the light of heaven to men. að hann gat komið morgun eftir morgun til þess að bera ljós himinsins til mannana. And notice this next verse, this sentence. Og athugið þessa setningu sem kemur núna. The disciples had come to connect his hours of prayer Lærisveinarnir höfðu komið til að tengja bænatíman hans with the power of his words and work. við kraft orða hans og verka hans. Did you get that? Náðu þið þessu? So they saw Jesus praying and they knew that his power to do ministry and his speaking came because of that praying. Þeir sáu Jesús vera að biðja og sá tengingu á milli kraftarins sem voru í orði hans og verkum við bænina. As they listened to his prayers, Þeir hlustuðu á bænir hans, their hearts were awed and humbled. þá urðu hjörtu þeirra auðmjúk og auðmjúk. Yep. As he ceased praying, Og þegar hann hætti að biðja, it was with a conviction of their deep need. að þá var það I didn't understand that. It was they were convicted of their deep need. Já, þegar hann hætti að biðja þá fundu þeir fyrir djúpri þörf And so they exclaimed, og þeir sögðu, Lord, teach us to pray. Drottinn kenndi okkur að biðja. And then Jesus gave them no new form of prayer. Jesús gaf þeim ekki eitthvað nýtt form af bæn So he gives them the same prayer that he gives on the Sermon on the Mount. og þeir fá sömu bænina og þeir höfðu heyrt í fjallræðinu. He repeats it as if to say, Hann endurtekur það til þess eins og hann sé að segja, you need to understand what I have already given. þið þurfið að skilja það sem ég er nú þegar búin að segja ykkur. It has a depth of meaning you have not yet fathomed. Það djúp merking sem þið hafið ekki nú þegar skilið. So think about this. Veltið þessu aðeins fyrir ykkur. The disciples looked at Jesus praying. Lærisveinarnir horfðu á Jesú biðja. They saw his face radiated with glory. Þeir sáu andlit hans sem skein af dýrð. They saw the power that was in his words. Þeir sáu kraftin sem var í orðum hans og They saw an obvious intimacy with God. þeir sáu mjög augljósa nánd við Guð. They saw a look of peace. Þeir sáu friðinn, They saw how refreshed he was. hvað hann var endurnærður And they knew that there was this link between the praying and his work. Þeir vissu að það voru tengsl milli bænarinnar og verka hans. And I thought to myself, Og ég wow. var að velta fyrir mig, vá. I'm thinking about my kids first of all. Þá ég að hugsa fyrst og fremst börnin mín. When I come back home from work and my kids see me tired, Þegar ég kem heim úr vinnunni og börnin mín sjá mig þreytt, do they see me that I'm just tired and exhausted? sjá þau bara, já, ég er bara þreyttur. Do I go away to pray at the end of a hard day Fer ég þá að biðja eftir erfiðan dag and come back to see them og kem svo til að sjá þau and they say to me or they think to themselves, wow, what happened when he was praying?
Og ætli þau hugsi þá, vá, hvað gerðist þegar hann var að biðja? Dad, teach us to pray. Pabbi, kenndi okkur að biðja. Is that what can happen when we pray? Þetta sem gerist þegar við biðjum? And then I thought about, well, what about us as a church? Og þá fór ég að hugsa, hvað með okkur sem kirkju? When people come to visit us, Þegar við fáum heimsókn, do they say, wow, what I saw there? oft segja þau, vá, það sem ég sá þarna, The peace, the joy, friðinn og gleðina, the power of God. kraft Guðs. I want to go to that church. I want to learn how to pray like they pray. Ég vil fara í þá kirkju, ég vil læra að biðja eins og þau biðja. It was quite a thought for me. Þetta var stór hugsun fyrir mig. And as I said, it gave a renewed conviction, Og gaf mér samfæringu, not just to pray, ekki bara að biðja, but to pray on the same basis that Jesus teaches his disciples to pray, heldur biðja á sama grunni og Jesús kennir læru sínum að biðja. which begins with that conviction Sem hefst á þeirri samfæringu that God is my Father. að Guð faðir minn. And of course, the reason why God, I think, tells us to call him Father, when we could call him all sorts of other names, Ég held að ástæðan fyrir því að hann vilja að hann sé kallaður faðir, því við getum kallað hann með öðrum nafnum, is because if he is my Father, that means I am his son. að því að ef hann kallar sig faðir minn, að þá þýðir það að ég sonur hans. You are his daughter. Þú ert dóttir hans. So when you go to talk to your father as a son or a daughter, Þannig að þegar þú fer að tala við faðir þinn sem sonur eða dóttir, will he not provide you everything that you need? mun hann ekki veita þér allt það sem þú þarfnast? Do you need to walk around with a heaviness on your heart? Þarft þú að ganga með þyngslegi við hjartanu? Absolutely not, Alls ekki. because our Father is there. Af því að faðir okkar þarna til staðar. So this is just I was going to say the warm-up act. Já, við erum bara að hýta This upp is núna. just a long introduction Þetta langur inngangur to what we're going to do now, til þess sem við erum að fara að gera núna. because we're going to pray together Og því að við ætlum að biðja saman to our Father, til föður okkar. and Judal is going to lead us. Og Júdel, hún ætlar að leiða okkur. I can share, yeah. We're going to pray in 3 segments. Við ætlum að biðja í 3 hlutum. First is individually, Fyrst ætlum við að biðja sem einstaklingar, in twos, a partner, in two, with a partner. já, með félaga, Just two. já, 2 saman, Two, já, yeah, two saman. 2 saman. Já. And then as a corporate. Og svo sem heill hópur. Okay, so let's pray individually. Þannig að nú skulum við biðja sem einstaklingar. Our Heavenly Father, Himneski faðir, we would like to express our adoration, við viljum tjá okkar aðdáun, praises, lofgjörð and gratitude. og þakklæti. It's about your character Þetta snýst þína lindisengun, of faithfulness in our lives, trúfesti þína í lífi okkar, about your character of love and mercy, lindisengu þína sem kærleikur og miskunn, that you daily lavish us. að þú passar upp á okkur daglega. As you mentioned in your word, that the steadfast love of the Lord never ceases. En svo þú segir í orði þínu að staðfastur kærleikur þinn mun aldrei endi taka. His mercy never comes to an end. Miskunn hans endar aldrei. They are new every morning.
Miskunn þín er ný á hverjum degi. Great is his faithfulness. Stórkostleg trúfesti er þín. And dear Father, also your character of daily sustenance. Já, Faðir, þín leyndiseinkunn sem sýnir að þú sérð fyrir okkur daglega. And even waking us up this Sabbath morning. Og þú vaktir okkur upp í dag, þennan hvíldardag. Your protection throughout the week. Vernd þín yfir vikuna. Even your provision of our daily needs. Og þú sérð fyrir daglegum þörfum okkar. And wants. Og það sem við þráum. And even our daily health. Og heilsu okkar sérð þú fyrir. We want to just praise you and thank you for that. Við viljum lofa þig fyrir það og þakka. Dear God, as you heard our adoration and thankfulness, Drottin, þegar þú heyrir í okkar lofgjörð og okkar þakklæti, may it be a sweet smelling incense to you. megi það vera ljúfur ilmur fyrir þér. So accept this moment of intimacy with you. Vilt þú taka við okkar einlægni? Bless this, Father, this very moment. Vilt þú blessa þessa stund? May it glorify you most Og megi það gera þig dýrlegan, as we are most satisfied with you. því minn meir sem við erum sátt og glöð með þig. Dear God, at this time, Og núna, Drottin, we would like to acknowledge our sins and shortcomings. við viljum viðurkenna syndir okkar og það sem að okkur skortir. Forgive us, dear God. Vilt þú fyrirgefa okkur, kæri Faðir, As we forgive those whom we felt that we are constantly offended, og þegar að við sjáum að við erum jafnvel að I didn't understand. offended or hurt by others, Já, þegar við erum særð af öðrum eða móðguð, maybe throughout the days, jafnvel yfir dagana sem er að líða, maybe weeks, eða yfir vikurnar, months, mánuði, or even years. eða jafnvel yfir árin. We would like to give this into your hands as well. Og við viljum leggja það í þínar hendur einnig. Dear Father, Faðir, this is a supernatural battle, þetta er yfirnáttúruleg barátta and Satan is always out there to deceive and tempt us. og Satan er þarna til að blekkja og til þess að tæla okkur. So help us to put on the armor of God. Vilt þú því hjálpa okkur að setja á okkur brynju trúarinnar, So we can stand firmly in you. svo við getum staðið stöðug í þér. You have provided us with the belt of truth, Þú hefur veitt okkur belti sannleikans breastplate of righteousness, og brynju réttlætisins readiness from the gospel of peace, og vera reiðubúin fyrir friðar fagnaðar erindið, shield of faith, skjöld trúarinnar helmet of salvation, og hjálm frelsunarinnar and the sword of the Spirit, which is the word of God. og sverð andan sem er orð Guðs, So we will not yield to temptation. svo við gefumst okkur ekki á vald freistinga. Thank you, dear God. Já, þakka þér, kæri Guð. Thank you, dear Father. Þakka þér, kæri Faðir. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. Okay, maybe we should reach out to somebody beside us. We'll just pray in twos. Já, við skulum fara og biðja 2 og 2 saman. And this is the theme that we are going to pray about, Og efnið sem við erum að fara að biðja er þetta. that we will pray for the return of Jesus. Að við biðjum fyrir því að Jesús komi aftur. That we can see our world is full of pain and injustice,
að við getum séð að heimurinn okkar er fullur sársauka og ósanngirni even the war og stríði and countries fighting against each other, og að lönd sé að berjast gegn hvor öðru because God's kingdom will come soon því að konungsríki Guðs mun koma brátt to take away all this pain. sem mun taka í burtu allan þannig sársauka. And secondly, Og í öðru lagi that we will acknowledge the provision of God in our daily lives. og við munum viðurkenna að Guð sér fyrir okkur í okkar daglega lífi. Or maybe you have some petition, you can as well ask that. Og ef þið eru með einhverjar bænabeiðni að biðja það fyrir því líka. So we can pray as in twos. Þannig að við skulum biðja 2 og 2 saman. Dear Father in heaven, I thank you for this opportunity.
Sinna Hospital. Wow, I can see your face shining already and glowing. Já, ég sé að andlit ykkar skína. So for sure, two will be easy to ask for volunteers to pray. Það er auðvelt að ef maður eru tveir að fá einhvern til þess að bjóða sér fram til að biðja. Vantar 2. Yeah. Já, það vantar 2 sjálfboðaliða. And this is the prayer for our GC session. Þetta er bæn til þess að biðja fyrir aðalfundinum aðalfundi aðalsamtakana And the spiritual health of our church members, og biðja fyrir andlegri heilsu kirkjumeðlima, our leaders, leiðtoga okkar and our IC administrators. IC administrators, What is that? executive boards. Já, já og stjórn kirkjunar á Íslandi. Já. Yeah. Shall I assign a volunteer or you want to volunteer? Á ég að biðja eitthvað að taka þetta að sér eða vill einhver bjóða sér fram? Já, það er komið 1. Okay, Gjörðu svo vel. okay, 8. Or 8 meira? Og kannski Árni líka bjóða sér fram. Yeah, Arne líka. Okay, fine. Okay. And then Gavin will close us in prayer. Shall we make this a bit special? Shall we kneel down at least, if you can, if you're able to? Já, svo ætla Kristín Lára og Árni ætla að taka þetta að sér og ef við hafa þetta sérstaklega stund þannig að við förum á hnén og biðjum saman sem söfnuður. Yeah, and this is a softer here in front, so good for them. Kæri drottni, ég byrja fyrir aðeinsvögnum á Íslandi.
vel í þau störf og verði með þeim og það megi verða söfnuðunum til blessunar og framdráttaði og við komum þeim boðskap sem þú ætlast til að við komum út til fólks og styrkjum það fólk sem hefur trú á þinni endurkomu og við megum blessa alla í Jesú nafni. Amen. Já, kæri Faðir, ég tek undir þessa bænir og ég bið að vernda kirkjuna okkar, starfið í kirkjunni, stjórnina, fundin sem verður, að við megum vera sem ein heild, að við megum tileinka okkur þitt orð, elsku Faðir. Við þurfum að ráða ýmsar stöður og ég bið þig að leiðbeina, styrkja, vernda okkur, fylla okkur heilugum anda, gefa okkur visku, kærleika til að umbera hvert annað og vera vinir. Já, við þökkum þér líka fyrir það sem þú hefur kennt okkur, það sem þú hefur sýnt okkur og hjálpað okkur að gera miklu meir. Og takk fyrir að vera tilbúin að vera Faðir okkar, hinn eilífi Faðir okkar sem við getum treyst á þig. Við þurfum á föður að halda eins og þú. Takk fyrir allt, elsku Faðir minn, og allar þær bænir sem í huga okkar og hjarta, sem hafa kannski ekki verið bornar fram eða við höfum gleymt. Þú veist allt. Við lofum þig. Amen. Father, the church exists for one purpose, and that is for mission. We're here to expand your mission on this earth. And so as the delegates come together in St. Louis in the beginning of June, I pray that you will place a fresh vision, but also a strong motivation to reach the world with the gospel. And I pray that that will be done through an ever-deepening unity that will give us as a world church a clear voice. And as Jesus says in John 17, that unity that we have with you will demonstrate to others that you love them. And so I pray for those meetings that they will really set a high bar, a strong, clear vision and voice for what your purposes are, and I would say urgent purposes for this world today. Give us a prophetic voice, a voice which is fundamentally a revelation of your character to the world, that you are their Father and you love the world so much. Amen. Thank you. Já, þetta var falleg stund. Lofsi Guði fyrir bænina, lofsi Guði fyrir það að hann elskar okkur svo mikið að hann gaf son sinn fyrir okkur. Hvernig er hægt að elska okkur meira en það? Er það hægt? Er hægt að elska eitthvað meira en það að gefa sitt eigið líf? Hvað þá ef þú ert sjálfur skaparinn? Það er gott að vita hvað Guð elskar okkur mikið. Við skulum syngja núna sálnúmer 379. Vor Guð er borg. Við skulum standa á fætur.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láta sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Tilkynningar. Já, Kitty gjör svo vel. Kristján Ari, afsakið. Það þekkja maður flesti sem. Þið er ekkert að kalla þig Kristján Ari. Sælblessuðu gleðilegan hvíldadag. Hvað er það? Já, takk. Happy Sabbath, everybody. Það er mikið að gerast í kirkjunni núna í maí. Lots of things are happening in May in the church. Það eru held ég 3 mismunandi hópar að heimsækja Ísland. There are 3 different groups visiting Iceland. Þið hafið heyrt kannski lesið eða heyrt í kirkjufréttum. Maybe you have read in kirkjufréttir on the internet. En það er hópur sem er að koma í svona kvikmynda og fjölmiðla verkefni. There's a group coming with the thought of doing some projects with the media. Og þeir sem áhuga á því endilega heyrið í Griseldu. And those who are interested in that, please contact Griselda. Ég fekk sérstaklega skilaboð með auglýsingu söngkópinn. I was asked to announce also the group that is coming here that is a singing group. Söngkópurinn Outreach Global Cry frá Andrús verður í Andkirkjunni í Reykjavík frá 11. til 15. maí. They're going to be in the Church of Reykjavik from the 11th to 15th of May. Og það söng smiðja á fimmtudagskvöld og föstudagskvöld frá 8 til 9:30. And they're going to meet together on Thursday and Friday 12th and 13th of May from 8 to 9:30 to learn or practice singing with the group. Síðan verða þeir þar á guðþjónustu og síðan verða tónleikar klukkan 16:30 í eftirmiddaginn í Ingólfsstræti. And they will be having a Divine service? the divine service and some at 12 o'clock. And then they're going to have a concert at 4:30. Og það allir velkomnir. Everybody's welcome. Það líka koma hópur frá Vímar. And there's also a group from Vímar. Og það verða tækifæri fyrir fólk til þess að vitna og slíkt. Það verða einhver svona heilsusýningar og fleira og þetta verða tilkynnt betur seinna. There's going to be an opportunity for people to witness of Christ and also to maybe have a health expo.
Þannig að hvíldardaginn 21. þá reiknum við með að fá heimsókn hingað og það verður heimsóttar allar kirkjunar á Suðvesturhorninu, svo best ég veit. So we are expecting them to, part of the group visit us the 21st of May, and they're going to visit all the other churches also. Og síðan hérna guðþjónusta á Hlíðarskóla 28. On the 28th of May, there's going to be a divine service at Hlíðardalsskóli, þar sem að öllum boðið og ég held að þetta sé tæplega 70 manna hópur sem where everybody is invited to come, and I think this group counts 70 people. Og hérna, já, þannig að það mikið að gerast. So there's lots of things happening. Hvað ætlar ekki að skrifa, hvað Vímar? Já, það spurning við, já. Vímar háskóli aðventista í Bandaríkjunum. Vímar is an university in the United States of an Adventist university. Og það með sérstaklega áherslu á heilsu og hérna, þar eru margir læknar kirkjunar menntaðir. They have emphasis on health, and there are many doctors of the church that have educated themselves there. Eða já, hann í Kaliforníu og já, þetta í raun og veru fyrirgefið, þetta svona undirbúningur fyrir læknanám í Loma Linda. Já, þetta undirbúning. This is just a preparation for the to study medical doctor. Já, það svona hérna, já, það rétt, það undirbúningsnám fyrirgefið. It's just a preparation studies to go and study to be a doctor. Það hérna til að flækja það læknisfræði mastersnám en ekki masters eða doktorsnám, þannig að þú tekur í raun og veru hérna bachelor í öðru hérna og undan í Vímar og svo ferði læknisfræði allavega. Yeah, so you have to have a doctorate to be a medical doctor, so you just study the BS in Vímar. Já, allavega. En já, sorry. You said that the worship 28 in the school, and so what about the worship here? Will you close the church because I'm enlisted to preach here? I want to know it. Já, mjög góð spurning. Hann að spyrja að því að þið náttúrulega með predikanlista og hann að fara að predika, að fara listanum 28. Við höfum vanalega haft hann háttinn á hér í loftsalnum. We'll usually here in Loftsalurinn. Að við höfum reynt að loka ekki að því að það koma svo oft gestir. We try not to close the church even though we're meeting in another venue because there are always visitors visiting. En þetta bara svolítið nýlega komið upp að það á að vera guðþjónusta á Hlíðarskóla. We just found out that there's going to be a service at Hlíðardalsskóli. Svo það ekki alveg búið að hérna ákveða alveg nákvæmlega hvernig það verður. So we haven't decided yet how to do these things. En ég vildi bara láta ykkur vita svona gróft að það mikið að gerast. So I just wanted to let you know that there's a lot of things going on. Og hérna mér langar líka til að minna sérstaklega á starf Adra. I also want to remind the work of Adra. Og þið hafið kannski séð að það hérna komið móttökustöð í kirkjunni okkar í Keflavík. As you have seen, we have a reception station in our church in Keflavík. Og ég hveti ykkur bara til að kynna ykkur það líka enn betur. Það miklar upplýsingar í kirkjufréttum og svo fram til götunum. I encourage you to also look into that, and you can read more about it in Kirkjufréttir. Og svo eins og líður á mánuðinn þá mun nánari upplýsingar koma með mismunandi viðburði. And we will, let you know more as the events come closer to the dates. Can we announce the summit dates? Já, og hérna og síðan fengum við skilaboð í þessari viku. Also, we got some message this week. Að stefnt að hafa sumamót samtakana. We're going to have a camp meeting on behalf of the conference. 27. til 28. ágúst. 26th to 28th of August. Já, þannig að það hinum megin við sumarið. So the other side of the summer. Já, þannig að bara svo þá verður þið upplýst. Takk hérlega fyrir. Einhverjir fleiri með tilkynningar? Þá bara komið að því að vera með lektíuna. Gjörðu svo vel.